Góðan dag og verið hjartanlega velkomin á uppskeruhátíð Íslensku ánægjuvogarinnar og bæði því sem eru hér í sal og eins því sem eruð í streyminu. Í dag er svo sannarlega dagur til að fagna því í dag er líka bóndadagurinn, svo ég segi til hamingju með daginn, strákar. En hátíðin fer fram með sama sniði og í fyrra og í þessum glæsilegu húsakynnum, 200 manna sal, eru einungis 12 fulltrúar þeirra fyrirtækja sem eru verðlaunahafar eða efst á sínu markaði. Og við höfum að sjálfsögðu fylgjum stífustu sóttvarnareglum og erum hér í 2 hólfum. En hvað er íslenska ánægjuvogin og hvers vegna er hún svona mikilvæg fyrir íslensk fyrirtæki? Íslenska ánægjuvogin er félag sem er í eigu Stjórnvísi og Stjórnvísi er stærsta stjórnunarfélag á Íslandi í eigu sinna félagsmanna og rekið án fjárhagslegs ávinnings. Og það sem gerir íslensku ánægjuvogina svona einstaka og öðruvísi að öllum öðrum mælingum er að það veit í rauninni enginn hvaða markaðir eru mældir eða hvenær þeir eru mældir og fyrirtæki eru ekki að borga sig inn í þessa mælingu. Þannig að það gerir ánægjuvogina í rauninni einstaka og það er einungis stjórn íslensku ánægjuvogarinnar sem tekur ákvörðun það. En í stjórn ánægjuvogarinnar eru auk mín Sigurjón Þórðarsson, mannisráðgjafi hjá CCP og Gunnar Torberg, markaðsráðgjafi hjá Kapal, auglýsingastofu. Og sjálf heiti ég Gunnhildur Arnardóttir, er formaður stjórnar og framkvæmdastjóri Stjórnvísi.
En ánægjuvogin, hún svona mikilvæg vegna þess að það vita það og staðfesta flest allar rannsóknir að það eru svo gríðarleg tengsl á milli ánægðra viðskiptavina og fjárhagslegrar afkomu fyrirtækja og undirstaða ánægðra viðskiptavina eru að sjálfsögðu ánægðir starfsmæður. Þannig að það er til heldur betur mikils að vinna. En það er gaman að sjá því að það var náttúrulega verið miklar áskornir hjá öllum þeim fyrirtækjum sem hafa verið mæld í ánægjuvoginu. Hvaða áhrif það hefur haft þessi tími sem var síðastliðin ár frá því fyrra og við höfum oft sagt að þetta sé eins og að taka hraðkúrs í markaðsfræði að vera staddur hér á íslensku ánægjuvoginu því að við fáum að sjá hvar teiknin er hún í verði eða hvar liggur hún og ég held að okkur sé ekkert að vanbúnað að fá að heyra niðurstöðurnar svo ég ætla að gefa boltan yfir til Trausta Haraldssonar, framkvæmdastjóra Kapals. Framkvæmdastjóra Prósent, gerði svo vel. Herru, takk hérlega. Það er Kapall og Prósent, takk. Ja. Herru, við ætlum að láta að fá að stinga þessu hérna í tölvuna. Halda hérna fjarlæðinni. Það gleymdi smá tækninaröruleikar hérna. En góður punktur sem hérna Gunnhildur var að segja á þann að hérna við höfum séð í gögnum erlendis að þú eykur ánægju bara 1,5% þá eykst tekjurnar líka. Þannig að jújú, sjálfsögðu er ánægju viðskiptavinna 1, 2 og 3 en það hefur ákveðnar afleiðingar, jákvæðar afleiðingar og það sem meira þegar tekjur minnka að þá hefur það áhrif að tekjur, hérna segja ánægju minnkar kannski 1-2% það hefur verið sýnt að tekjur minnka meira en það hlutfall. Þannig að mikilvægt að halda rétt á höndunum í þessum málum. Ertu búin að tengja? Nei, hvað getur þú ekki bara... Já, ok. Smá. Afsakið þetta og sjá hvort það virki. Viltu þú bara prófa að ýta fyrir mig á niðurtakan hvort það virki hérna, skiptum glæru. Engin kynning komin upp hérna á hérna vegginn hjá okkur. Nú ég bara kannski að bíða aðeins eftir að við fáum út úr þessu. Getum ekki fengið auglýsingar um það? Nei, það ekki alveg kannski svo leis. En já, Gunnhildur, ætlar að segja eitthvað við eftir þessu? Ég ætla bara að segja, ég held að verðum enga stund að kippa þessu í lag. Það er náttúrulega að tæknin hefur endalaust verið að stríða á þessu ári og allir orðnir alveg sérfræðingar á Teams og öðru. En þetta kemur í lag 1, 2, 3 held ég. Ég ætla að gera skemmtilegt kvöld fyrir bóndan.
Hérna líka, það er smá tæknilega rauðleikar en það er bara aukaatriði. Kannski svona, við erum að mæla alveg 37 fyrirtæki núna og þetta eru 13 markaðir. Og okkar markmið er náttúrulega að bæta við fleiri fyrirtækjum á næstu árum. Þegar maður finnur gífurlega mikilvæga eftirspurn og fyrirtæki vilja sjá hvar þau eru staðsett, hvernig er ánægja viðskiptavinni hjá þeim. Þannig að ég gerir ráð fyrir bara við sem er rétt að byrja og það voru til dæmis bara eitthvað 14-15 fyrirtæki fyrir svona 7-8 árum síðan. Og þetta eru þessi markaðir sem við erum að mæla núna og þetta eru orðinir svona 13 atvinnugerar. Og við byrjum að framkvæma núna í júní, þannig að þetta eru orðið 7 mánuðir og við erum jafnvel að skoða núna að fara að byrja í jafnvel fyrr, febrúar og mars. Þannig að það verður svona jafnt og þétt yfir allt árið og síðan er einmitt bara heildar niðurstöður birtar við byrjun nýs árs. Kannski gott að eins og Gunnhildur kom inn á þannig að þetta er orðið 23. skiptið, þannig að Ánægjuvogin er orðið svona aldarfjórðungur, þetta er orðið svona gömul, komin á góðan aldur, 23 aldur. Þannig að við erum að gera ráð fyrir því að það verður 25 ára afmæli þá ætlum við að gera mjög ítarlega greiningu þróun og ánægju og tryggð viðskiptavini á Íslandi og sjá hvernig það hefur breyst og berað saman við bara hvað hefur gerst að þjóðfélaginu til að bera betur saman. Og eins og áður segir að þá er náttúrulega Ánægjuvogin gífurlega mikilvægur svona árangur fyrir fyrirtæki og þau eru nýtt mjög mikið og þetta er bara dæmi hérna auglýsingar sem þeir sem hafa unnið í fyrra hafa notað. Og við sjáum hérna sumir að nota blá merki og það eru gilda vörumerkið og þá kemur eitt af þessum siðareglum. Það er að segja, ef þú með marktakamun á þínu markaði, þá máttu nota gilda vörumerkið og nota efsta stigið. Nú ef með ekki marktakamun, þá notar þú bláa vörumerkið. Þannig að þetta er svona allt sem þið þekkið vel. Ánægjuvogin, hún er bara byggð á bandarísku og evrópsku módeli, búin að vera að þróa í 20 ára. Og þetta eru 3 spurningar sem mynda Ánægjuvogina. Og allar þessar 3 spurningar hafa jafn mikið vægi. Það er að segja þriðjungur, þriðjungur og þriðjungur. Og það eru svaraðar á 1-10 skala og síðan umbreytið með 0-100 skala. Þannig að þetta sé allt, þetta ber þetta saman líka erlendis. Þannig að ég mæli með að þið getið skoða líka benchmarkið á öðrum mörkuðum erlendis hjá ykkur. Ykkar kúnnar sem er að svara fyrir ykkar hönd, að þeir svara 11 spurningum. Og ekki bara þessari 3. Þannig að við erum líka kanna tryggðina, við erum kanna með vöruna, þjónustuna og síðan kannum við líka þessa klassísku NPS-spurningu eða meðmælaspurninguna. Og við spyrjum líka ástæður, á hverju ertu letjandi eða á hverju ertu hvetjandi fyrirtækisins. Þannig að þið getið svona kafa dýpra í niðurstöðum skýrslunnar ástæður til að geta svona farið í næstu skref til að auka ánægju enn meira. Þetta eru þessi þættir sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina okkar. Og það er þjónusta, það er varan, það er verðið og ímyndin. Og þessa niðurstöður eru fyrir öll fyrirtækin sem voru mæld. Þannig að ímyndum okkur bara að segja bara eitt fyrirtæki á Íslandi, þá kemur það í ljós að þjónustan hefur 19% áhrif, það bil, varan 18%, verðið 16% en ímyndin 45%. Og við sjáum það bara að ímyndir alltaf að skipta miklu meira máli heldur en áður, hvað fyrirtæki gerir innan við og út af við. Og maður finnur að stjórn fyrirtæki eru farin að bregðast miklu hraðar við hlutum sem geta haft neikvæð áhrif á fyrirtæki heldur en áður. Og allar þessar spurningar skýra 83% áhrif ánægju viðskiptavina. Þannig að hin 17%, það er rauninni bara hvað að gerast í þjóðfélaginu og hvernig manneskjunni líður. Við sjáum til dæmis að hamingjusamt fólk gefur oft hærri einkunnir. Þannig að ef við sem er hamingjusama einstaklinga þá fá ég hærri einkunnir ánægju viðskiptavina. Og síðan með því að auka ánægjuna þá ekki að sjálfsögðu tryggðina og það er svona enda takmark við að fá kúna til að mæla með ykkar þjónustu, koma aftur og aftur, versla meira við ykkur og slíkt. Og hérna er svona ný framsetning hjá okkur, þetta er fullt af punktum, því bara hvað er þetta? Þetta eru 37 punktar, þetta er semst öll fyrirtæki sem við mældum og við erum að sjá hérna rosalega mun á einkunnum. Það er að segja, ef við horfum hérna upp til hægri, efst upp til hægri, þarna er eitthvað eitt fyrirtæki sem er mjög gífurlega mikla ánægju og tryggð. Þarna var alltaf frábært að vera og síðan ef við skoðum til vinstri hérna niður í, þarna er eitthvað fyrirtæki sem við viljum ekki kannski vera. Þannig að það er gífurlegu munur á ánægju og tryggð viðskiptavina, alveg frá 55 að 100 mögulegum cirka og alveg upp í 85. Þannig að það er rosalega mismunandi hvernig fyrirtæki er að standa sig og hvernig viðskiptavina er að upplifa þjónustuna. Þannig að klárlega mikil tækifæri. Nýtt hjá okkur á þessu sinni að allar niðurstöður vera einnig birtar núna í rafrænu mælaborði.
Þannig að þið getið filterað meira gögnin og það ítarlegri greining á samkeppninni hjá okkur heldur en áður og svona margt ýmislegt skemmtilegt og sjálfsög síðan þetta fá skýrsluna á gömlu góðu PDF eða PowerPoint formi. Það ætla að fara í atvinnugreinarnar hjá okkur og þetta eru þessi markaðir sem við mældum, þessi 13 talsins og þið sjáu þessa ljósgrænu 69,6, það er unni meðaltalið á öllum mörkuðunum. Þannig að ánægjan heilt yfir cirka var kringum 70 og 100 mögulegum. Og við sjáum að það mjög mismunandi einkunnir eftir mörkuðum. Raftækjamarkaðurinn, hann er langhæstur, mjög hár, 77 stig cirka og aðrir markaðir líka að koma vel út. Síðan svona í meðaltalinu eru komin í matvælamarkaðinn og lægsti markaðurinn svona meðanlægstu er trygginga- og byggingavörumarkaðurinn, þó hann sé ekkert mikið lægri. En það er mismunandi ánægja viðskiptavina eftir mörkuðum. Þannig að maður spyr svo líka, er þetta ímynd markaðarins eða er bara meiri samkeppni? Það er svo margir þættir sem geta haft áhrif á þetta. Hérna sjáum við þróunum á mörkuðunum milli ára og hérna bláa súlan er þá rauninni árið í ár, eða 2021 reyndar og 2020 þessi græna. Og þarna sjáum við dálítið mikið mun að raftækjamarkaðurinn er að taka dálítið kippu upp, það blir 4 stig. Og einnig fjarskiptamarkaðurinn, hann er að hækka líka, ritfangaverslanir, síðan eru húsgagnaverslanir eilítið að lækka og eldsneytismarkaðurinn, en það er verslunarmiðstöðvar sem er að lækka dálítið mikið úr 71 cirka niður í 67, þetta er cirka 4 stig sem sá markaður er að lækka. Ég hef mikið svör á hverju það er, en það kemur örugglega nánar í niðurstöðum greiningar ástæður og hvað kúnnar segja sem er að fara oftast í Smáralind og Kringluna sem dæmi. Nú erum við komin bara að veita afhendingu verðlauna og ég ætla að leyfa Gunnhild að taka við og það er komið á bönkunum. Gjörðu svo vel. Nú er komið að skemmtilega hlutanum sko. En verðlaunahafi og hæstur á bankamarkaði er Landsbankinn með 67,9 stig og ég vil biðja Söru Pálsdóttur, framkvæmdastjóra Samfélags Landsbankan, að taka við viðurkenningunni. Gjörðu svo vel. Ég er bara hérna, er það ekki? Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur. Maður er farin að kunna meta þessa litlu hluti í lífinu eins og að sjá fólk. Virkilega gaman. Ég held og mér langar að líka þessu pínulítið við strákan okkar á EM núna í Budapest. Þetta hlýtur að vera eins og að ná gullinu bara á EM. Þvílík viðurkenning. Okkar lykilmarkmið er ánægðir viðskiptavinir og þessi viðurkenning staðfesti það að við erum á réttri leið. Við viljum vera leiðandi í bankaþjónustu á Íslandi og til þess þarf að uppfylla þarfir viðskiptavina eins og við þekkjum. Við leggjum okkur fram við að vera í stöðugri framför í stafrænni þróun, í sjálfbærni og sjálfsögðu að vera eftirsóknarverður vinnustaður. Og þessi viðurkenning, þetta er starfsfólkið okkar. Bara virkilega þakkir okkar til starfsfólksins og fjölskyldum þeirra, því að við vitum það að vinna heima, þetta er ekkert grín, þetta reynir á okkur öll og án stuðnings og hvatningu frá fólksins okkar þá væri þetta mun erfiðara. Við hjá Landsbankanum elskum árangur, þannig að við ætlum að halda áfram að hlaupa hratt en vanda okkur gagnvart fólkinu okkar, vanda okkur gagnvart viðskiptavinum og samfélaginu. Kærar þakkir. Til hamingju með þetta, hérna sjáum við niðurstöðurnar úr bankamarkaðinum og hérna er einmitt Landsbankinn með hæstu einkunn, 67,9 og þarna er eftir Íslandsbanki í öðru sæti og Arion banki í því þriðja. Og eins og kemur hérna fram, þá var ekki margt munur á milli. Hérna samt jákvætt að sjá, bara til hamingju það Landsbankinn, það er allir bankar að hækka sig og Landsbankinn hækka sig úr 66,3 upp í 67,9 og Íslandsbanki einnig hækka sig líka og hástökkvarinn er hérna Arion banki sem hækka sig úr 62,4 í 65,3 stig og þetta er orðið svona mikið spenna á þessum markaði finnst mér, svona í samkeppninni og hérna þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Ég ætla bara að sýna söguna eins og við vitum að við erum náttúrulega bara að mæla þessa ánægju í 23 ár og þetta er svona þessi einstök mynd bara
En þetta svona eina myndin af markaði sem svona mikil niður á við sem kemur alltaf í fjármálahruninu árið 2008. En það rosalega jákvætt að sjá hvað bankarnir hafa tekist að fara vel upp og þeir eru svona alveg að fara að nálgast einhvern sem voru fyrir hrun. Þannig að vantar ekkert mikið upp að það sé að koma. Næst komið að fjarskiptamarkaði og ég ætla bara að birta strax niðurstöðuna upp sem ég gleymdist mér áðan. Tilbúin? Já, efstur á verðlaunahafi á fjarskiptamarkaði og markaðshæstur Nova með 78,7 stig og ég vil biðja Margréti Tryggvadóttur, skemmtanastjóra og forstjóra Nova að taka við kynningunni. Takk fyrir. Takk. Vá, alltaf þetta jafn ánægilegt. Þetta í 13. skiptið sem við tökum á móti þessari viðurkenningu og ég segi að þetta sko engin heppni. Þetta þrotlaus vinna besta liðsins við að hugsa í lausnum, koma viðskiptavinum og óvart og setja hann ávallt í fyrsta sæti það sem skilar þessum árangri. Ég segi það sjálfsögðu takk til viðskiptavin okkar fyrir hönd Nova liðsins. Markmið okkar að gera betur og í dag en í gær og það ánægilegt að sjá þessa einkunn því að þetta bæting og öll bæting alltaf góð. Engin heppni segi ég, en ég náttúrulega bara einstaklega heppin með Nova liðið og að fá að leiða besta liðið til sigurs. Þetta sigur 147 starfsmanna og liðsmanna sem í Nova liðinu og til þeirra sem á skjánum segi ég bara takk. Þið einfaldlega besta liðið og ég hlakka svakalega til að fagna með ykkur. Takk fyrir mig. Til hamingju Nova og Margrét og allir. Skoðum þróun. Við sjáum það eru öll fyrirtækin að hækka sig á þessu markaði og Nova mitt búin að vera í efsta sæti 13. árið, vel að sér gert og það hækka sig 0,2 stig. Síðan það Síminn sem hástökkvari, við vorum komin upp í 73,5 og síðan Vodafone 1 að hækka sig. Þannig að það samkeppni en eins og við sjáum þróun að þegar Nova kemur inn á markaðin að þá hafa þeir náð að halda svona toppnum allan tíman en það eru samkeppnin aðeins að herja á þannig að það verður gaman að sjá hvernig það þróast líka. En næst komið að raforkumarkaðinum og ég ætla bara að birta niðurstöður. Nei? Vilt þú setja það inn sko eða? Já, það er Þessi hann? Já. Við erum að hafa þetta svolítið spennandi og hafa bara myndinu upp á meðan, svo kynni treystu þetta allt saman eftir. En verðlaunahafi og sigurvegari hjá raforkusölum Orka náttúrunnar með 65,7 stig og ég vil biðja Berglindi Rán Ólafsdóttur, framkvæmdastýri Orku náttúrunnar að koma að taka við viðurkenningunni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega. Orka náttúrunnar að fá þessi viðurkenningu í ár í 3. skipti í röð og það í fyrsta skiptið í sögu ánægjuvogarinnar sem það gerist. Og ég að berjast við alls konar tilfinningar og ég með hjarta náttúrulega fullt af þakklæti til okkar dýrmætu viðskiptavina og ég alveg bara titrað stolti af samstarfsfólki mínu sem vonandi að horfa á skjánum núna fyrst það gátu ekki verið með mér í dag út af samkomu takmörkunum. En ég held að ánægja viðskiptavina snúist í rauninni allt sem að fyrirtæki að segja og allt sem að fyrirtæki að gera. En að því ég hef bara 60 til 150 sekúndur, það langar mig til að nefna sérstaklega. Ég held að það skipti viðskiptavinu og fólk bara sífellt meira máli að skipta við fyrirtæki sem á skýrri samfélagslegri vegferð sem að skiptir samfélaginu heild sinni máli og framtíðinni til heilla. Ég held að það sé svolítið lykill
og ég held að verði alltaf mikilvægara og mikilvægara. Megin vegferð okkar hjá Orku náttúrunni þar í rauninni að útrýma okkar umhverfisfótspori eins nálægt núlli og tæknilega hægt og á sama tíma að leggja áherslu á að þróa þjónustu sem að hjálpar viðskiptavinum okkar að gera það sama. Við gerum það til dæmis með því að hjálpa viðskiptavinum okkar að hlaða rafbílana sína og við gerum það líka með skilaboðum að nýta betur og nota minna, líka nota minna rafmagni. Vegna þess að það ekki bara best fyrir budduna, það líka best fyrir umhverfið og það líka best fyrir náttúruauðlindir okkar sem eru rosalega dýrmætar til skemmri og lengri tíma. Þannig að við erum alltaf að hugsa þetta og Ánægjuvogin náttúrulega risastór hvatning til þess að halda áfram. Það endalaust tækifæri til þess að gera betur og við ætlum að nýta þau og erum bara byrjuð og við fáum kraftin til þess ekki úr kókumjólkinni heldur úr Ánægjuvoginni. Takk. Til hamingju með þetta, herruðu, rafmagnsmarkaðurinn, svona góða raforkumarkaðinn og mitt hérna Orka náttúrunnar með hæsta einkunn og síðan það HS Orka sem í öðru sæti og orkusalan í því þriðja. Og við skoðum svona þróun á milli ára að það lækkar lítið Orka náttúrunnar á meðan HS Orka að hækka 1,5 stig og orkusalan svona nánast í stað, hækka sig aðeins. En síðan alltaf mikið að fara að gerast á þessu rafmagnsmarkaði. Það að koma fleiri samkeppnisaðilar, það verður miklu meiri þörf á rafmagnsbílum og öllu slíku. Við sjáum mikla svona þörf hjá þjóðinni að fjárfesta í slíku á næstu árum. Þannig að þetta verður mjög spennandi markaðar að sjá hvernig þróast. Og ef við skoðum alveg frá upphafi þá sjáum við ekkert svona ósvipuð trend og að einhverju leyti þetta gerist aðeins síðar eins og var á bankamarkaði. Og á hverju sést ekkert núna uppi hjá mér. Bara þarna, já. Takk. Það hvarf bara út. Já, þá sjáum við að var dálítið svona niður á leið hjá Ánægju viðskiptavina með rafmagnið á sínum tíma en það hefur tekið mikinn kipp upp á við og þarna líka verið að fara að nálgast í svipað tölur og var fyrir 2009 cirka. En þá var það komið að tryggingamarkaðinum. Já, verðlaunahafi og hæstur á tryggingamarkaði Sjóvá með 68,9 stig og ég vil biðja Auði Daníelsdóttur, framkvæmdastjóra sölu og ráðgjafar hjá Sjóvá að taka viðurkenningunni. Gjör svo vel. Já, þetta einstaklega glæsilegt og ánægilegt og að vera í þessum hópi hérna þetta alveg dásamlegt. Kæra þakkir. En það mikill heiður að standa hérna fyrir hönd allra starfsmanna hjá Sjóvá, alls staðar á landinu og taka á móti þessari viðurkenningu. Við erum afar stolt og glöð með að okkar viðskiptavinir séu ánægðari með þá þjónustu og ráðgjöf sem við erum að veita og það 5. árið í röð. Tryggingar snúast hugarró og þjónustu og þar erum við sterk hjá Sjóvá. Það sterkur og samheldinn hópur starfsmanna og sem starfar hjá Sjóvá og það ríkir metnaður og það ríkir ástríða fyrir því að þjónusta okkar viðskiptavini framúrskarandi vel. Og þessi starfsmannahópur hann fjölbreyttur og hann skemmtilegur og það einstaklega gaman hjá okkur og starfsánægjan hún mælist í hæstu hæðum og það eins og Gunnhildur kom inn á áðan að það fylgni á milli ánægðra starfsmanna og þeirra þjónustu sem veitt og ekki sakar að rekstrarleg afkoma líka betri samkvæmt mælingum. Þannig að við erum afskaplega ánægð og viðskiptavinir okkar þeir eru ólíkir og þeir hafa ólíkar þarfir og við keppumst við að mæta þessum þörfum okkar viðskiptavini hverjum og einum og við mætum þörfum hvers og eins sem best við getum. Og við höfum sett okkur skýra stefnu og með þessum metnaði og ástríði sem ég kom inn á að þá höfum við haft það að leiðarljósi til þess að halda áfram og ná enn meiri árangri. Þannig að við erum afar þakklátt í dag og við erum á fleygiferð hjá Sjóvá og vegferð okkar hún hefur varað í nokkur ár.
og þess vegna þessi viðurkenning í dag okkur mikil hvatning varðandi þessa vegferð sem við höfum verið á, bæði hér í borginni og líka á þeim fjölmörgu stöðum á landsbyggðinni þar sem við erum svo sannarlega til staðar fyrir okkar viðskiptavini. Þannig enn og aftur kærar þakkir fyrir okkur. Það skulum skoða stigin, tryggingamarkaðurinn. Sjóvá efst til hamingju með það, 68,9 og í öðru sæti Vörður með 66,5, síðan T með 65 og Vís með 62,8. Og bara frábær árangur að vera efst í 3. árið í röð. Og við sjáum dálítið breytingar á milli ára, en gott að hafa þetta í huga, þetta er náttúrulega 100 stiga mælikvarða. Sjóvá að lækka eilítið úr milli ára, þetta er það byrjum 3-4 stig, 3,5 stig, meðan Vörður og TM og síðan Vís hástökkvarinn, hann að hækka mest. En þetta er bara orðið enn meira spennandi og svo við sjáum þróun að bláu línun hjá Sjóvá sem tekur rykk upp árið 2018, en það var að halda forystu. Þannig að verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast fyrir næstu árin. Næstu komið að matvöruverslanum. Já, verðlaunahafi og marktæktastur á matvörumarkaði er Krónan með 73,4 stig og ég vil biðja Ástu Sigríði Fjellstedt, framkvæmdastjóri Krónunar, að koma hér upp. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Þetta er náttúrulega alveg geggjað. Takk kærlega fyrir, já, takk kærlega fyrir og bara þúsund þakkir og ein risastór 5 til ykkar allra. Þetta er klárlega mikilvægasta viðurkenningin sem okkur getur hlotnast og við viljum auðvitað bara byrja á því að þakka ykkur, kæru viðskiptavinum, fyrir stuðninginn og fyrir að hvetja okkur alla daga í að gera betur í dag en við gerum í gær í þessum svona metnaðarfullum ábendingum sem við erum að fá frá ykkur í mjög svona einlægum samtölum alla daga. Nú, þetta er auðvitað klárlega mesta klapp á baki sem að okkur getur hlotnast og ekki síst starfsfólki okkar, starfsfólki Krónunar allt land sem stendur vaktina alla daga sama hvað dynur á, COVID, óveður eða hvað annað. En hjá okkur, eins og ég er búin að heyra hér, þá ríkir auðvitað einstakur sem við köllum krónuandi innan Krónunar og það gleður auðvitað okkur ekkert meira en að vita að allur sá metnaður sem við erum að leggja í okkar störf alla daga sé að skila sér í þessari auknu og miklu ánægju okkar viðskiptavina. Nú ég segi bara til hamingju tím Krónan, þetta eru verðlaunin okkar allra og ég vildi óska þess að þið gætu verið hér með mér núna. En ykkur hinum til upplýsinga að þá starfa 1000 manns hjá Krónunni. Nú til að sýna þakklætisvot svona í alvöru þá ætlum við að gefa 5 á morgun laugardag í formi 5% afsláttar til allra okkar viðskiptavina í öllum krónuverslunum land allt. Þannig að við hlökkum til að sjá okkur og við segjum bara krónu knús, 1 krónus 5 til ykkar allra. Takk kærlega fyrir okkur. Þá veit maður hvað að gera í helgarkaupin. Eins og heitir hamingju Krónan, 73,4 stig, marktækt hæst á ykkar markaði og það sem er að breytast núna er að Netto var svona vilt í öðru sæti en núna er bónus og Netto svona komið á sama stig. Þannig að þeir eru með 68,2 bónus og 68,1 Netto. Þannig að við skoðum þróunina þá er eins og því sem markarinn aðeins að lækka á matvörumarkaði þó sé ekki mikið, 0,6 stig, þetta er ekki marktækumunur. En Krónan lækkar 0,8 stig, bónus 0,2 og síðan er mesta lækkurinn hjá Netto. Þannig að þeir eru að lækka úr 70,3 niður í 68,1. Og ef við skoðum svona þróuna þá árið 2017 það var bara Netto og Króna bara nýjöfn. En síðan hefur Krónunni tekist að vera í efsta sæti og búin að vera með marktækamun núna, bara til hamingju aftur. Og þá er næsti markaður, það er byggingavöruverslanir. Þú er svo velkomin. Takk. Já, verðlaunahafi á byggingamarkaði og marktæktastur er Byko.
með 68,3 stig og það er Sigurður Pálsson, forstjóri BYKO, sem tekur á móti viðurkenningunni. Takk hérlega. Takk. Já, góðan daginn, gott fólk og til hamingju með daginn og til ykkar sem fengu viðurkenningu í dag, innilega til hamingju, vel gert. Það nú síðan svo sjálfgefið að koma hér 5. ári í röð og veita íslensku ánægjuvoginni viðtöku með marktækum mun. Það nú ekki þannig að á þessum markaði sem á öðrum mörkuðum að við getum hallað okkur aftur og sagt að þetta er bara komið hjá okkur og sýnt eitthvað yfirlæti. En það nú þannig að alla daga eru starfsfólk BYKO að leggja sig fram með að þjónusta okkar viðskipta mæta þeirra óskum, væntingum og þörfum. Og okkar framtíðarsýn hún snýr einmitt að viðskiptavinum, hún er umvafin viðskiptavinum. Okkar stefna snýr að því að mæta honum það sem hann er og á því hvaða kanal eins og tölum og nálgast og hvort sem er vefverslun, sími inn í gegnum verslun okkar og svo framvegis. Gunnhildur spurði mig að því hvaða væri sem skipti mestu máli og ég held að viðskiptavinurinn sé best til þess fallin að svara þeirri spurningu og sem betur fyrir fáum við ótal margar ábendingar, endurgjafir frá okkar viðskiptunum og það okkar verðmætustu gögn. Mér langar að fá að lesa upp eina hérna sem barst okkur bara í þessari viku. Hljómar svona, góðan daginn, mér langar einungis að þakka fyrir góða þjónustu. Á dögunum átti ég leið í verslun BYKO í Kópavogi. Ég fékk reyndar ekki það sem ég var að leita að. En þetta góða starfsfólk fór fullt að leita fyrir mig bæði símleiðis og netinu óumbeðið sem endaði þann veg að ég fékk það sem ég leita að. Ekki nákvæmlega sem ég leita að en það uppfyllti verkefni mitt, það uppfyllti mínar þarfir. Enn og aftur kæra þakkir frábær starfsfólki á BYKO. Ég hugsaði því ég stóð við bílinn og horfði tilbaka, í huga BYKO skipti ég máli. Þetta nákvæmlega það sem við stöndum fyrir og þegar við tökum þetta saman þá snýst þetta það að skilja viðskiptavinin, átta sig á þörfinni, setja sig í spor viðskiptavinarins og finna lausnir. Að því held ég 15 sekúndur eftir hún að taka einu viðbót. Hún hljómar svona, ég fekk mjög góða þjónustu, starfsmaður gaf af sig mjög góðan tíma við að aðstoða mig, fagmælega þjónusta, vöruþekking var mikil, traustvekjandi svör við öllum þeim spurningum sem ég var með. Það var mjög mikið að gera í versluninni á þessum tíma en hún var róleg, sýndi yfirvegun í samskiptum, ég fekk alla athyglina. Hvað að gerast hér? Hér að tala þekkinguna, hér að tala hæfnina, hér að tala ástríðuna, við erum að tala það sem að kallast listin að hlusta. Eins og allir, við erum ákaflega stolt, ég ákaflega stoltur af liðseild BYKO og bakvið liðseildin gott fólk, öflugt fólk. Eins og ég sagði áðan, við erum að fá þessa viðurkenningu 5. ári í röð og auðvitað hvetur þetta okkur áfram og staðfestur leið að við erum á réttri leið. Mér langar bara í lokin að segja bara takk til starfsfólk BYKO, takk til okkar viðskiptavinum fyrir það traust og það tryggð sem þau hafa sýnt okkur í gegnum tíðina. Við hlökkum til. Takk fyrir mig og njótum dagsins. Þannig til hamingju BYKO, fallega sögur. BYKO efst 68,3 marktakt hæstir og Húsasmiðja með 61,5 stig og við skoðum þróunina þá lækkar nú ekki mikið markar á milli, þetta er 0,3 stig þannig að þetta er bara svona svipað ánægjustig á þessum markaði. Það er gott að hafa í huga að þau segjum byggingaverði markar þá er í þessari meðaltölu og öllum öðrum mörkum öll önnur fyrirtæki líka. Og við sjáum hérna að Húsmiðjan er lækkað 0,2 stig og meðan BYKO hækkar sig 0,1 stig. Og svona þróunin þá bara eins og segi, BYKO er búin að vera svona á toppnum hérna á þessu markaði. En við bara bíðum spennt að sjá hvernig það mun þróast. Og þá er það Apótek. Gjörðu svo vel, Gunnhildur. Já, í flokki Apóteka er verðlaunahafinn og marktakt hæstur Apótekarinn með 75,1 stig og ég vil biðja Kjartan Örn Þórðarsson, forstjóra Apótekarans, að veita viðurkenningunni móttöku. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir.
Komið sæl og til hamingju með daginn. Það er með miklu þakklæti og auðmýkt sem ég tek á móti þessari viðurkenningu hér fyrir hönd starfsmanna apótekarans núna 3. árið í röð. Og önnur bara að segja, sko, þessi viðurkenning hún er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur þar sem að okkar þjónusta snýst fyrst og fremst það að veita framúrskarandi þjónustu og leið eiga ánægða viðskiptavini. Þannig að þetta er náttúrulega eins og gefur að skilja, þetta er ein besta viðurkenning sem hægt er að fá. En það er ekki sjálfgefið að vera með jafn öflugan starfsmannahóp sem leggur jafn mikið á sig og raun ber vitni með það að leiðarljósi að veita framúrskarandi þjónustu og leið eiga ánægðustu viðskiptavinina. Að fá þessa viðurkenningu síðan frá okkar viðskiptavinum veitir okkur á sama tíma aukinn kraft og leið hvatningu til þess að gera enn betur og verð ég að segja að þakklæti er okkur efst í huga. Að lokum langar mér svo bara að óska ykkur öllum hér til hamingju með að eiga ánægðustu viðskiptavinina og til hamingju starfsfólk apótekarans, þið eru frábær. Takk fyrir. Hjartalega til hamingju með þetta. Við skulum skoða niðurstöðunar og núna er sem sagt marktakamunur á milli apótekarans og Lyfju sem var ekki áður. Og apótekarinn er komin í 75,1 stig og Lyfja með 71,5. Og við skoðum þróunina þá er þessi markar aðeins að lækka en það er ekki marktakamunur. Þetta er einungis 1,7 stig sem hann lækkar heilt yfir. En apótekarinn er að hækka á milli ára úr 74,4 upp í 75,1. Hækka sérstu 0,7 stig og Lyfja er bara svona nánast í stað. Þannig að þetta er svona fyrsta sinn sem við erum að mæla þennan marka þar sem er marktakamunur á milli apótekarans og Lyfju og hérna sjáum við svona þróunina hérna á milli. Það er alveg ágætis hátt ánægjusti á þessu markaði. En þá er komið að ritfangaverslunum. Gjör svo vel. Já, verðlaunahafi og hæstur á markaði ritfangaverslana er Penninn Eymundsson með 75,3 stig og ég vil biðja Ingimar Jónsson, forstjóra Pennans, að veita viðurkenningunum móttöku. Takk fyrir. Já, góðan daginn og til hamingju öll hér með glæsilegan árangur. Mig langar að þakka kærlega fyrir þessa viðurkenningu fyrir hönd starfsmanna Pennans. En mig langar líka að nota tækifæri til að segja ykkur örlítið frá Pennan og Eymundsson. Eymundsson var stofnað 1872 og er því 150 ára í ár. Penninn var stofnað 1932 og er því 90 ári í ár. Samtals eru því 240 ára þessu ári. Þannig að þetta er stórmerkilegt ár fyrir starfsemi okkar og starfsfólk og viðskiptavini fyrirtækisins. Við erum með 8 Pennan Eymundsson verslanir hér á höfuðborgarsvæðinu og 8 út á landi. Stærsta verslun okkar er á Akureyri, bæði í fermetrum talið og í veltu. Við erum ákvæðlega stolt af starfsemi okkar allt land og ekki síst á landsbyggðinni. Þar að auki erum við með 4 ferðamannaverslanir undir merkjum Viking og Íslandía. Við erum með 2 stóra sýningarsali í Skeifinu 10 undir merkjum Pennans húsgögn og annan á Akureyri. Þá erum við vefsíður og dreifingamiðstöð hér upp á Krókálsi en aðal lagerfyrirtækisins er á Ásbrú í Keflavík. Við erum því á 25 stöðum á Íslandi með 257 starfsmenn á launaskrá í desember og þetta er fyrst og fremst viðurkenning fyrir allt þetta ágæta starfsfólk okkar sem hefur staðið í fararbroddi fyrirtækisins á erfiðum tímum eins og þið vitið. En við höfum alltaf lagt mjög mikla áherslu á dýpt og breidd í vöruúrvali og mikla þjónustu. Bara sem dæmi, þá var hérna fyrir nokkrum árum sjúklingur frá Ísafirði inn á Landspítalann
Hann hringdi í vestur og bað að bók sem hann langaði að lesa yrði send á Landspítalann. Hún kom með flugi og starfsmaður okkur í Austurstræti fór eftir bókinni og fór með bókina á spítalann. Það hefði verið einfaldar að fara með hana bara beint úr Austurstræti en þetta vildi nú viðskiptavinurinn hafa svona. Annað dæmi. Erlendur ferðamaður staddur í Austurstræti og gleymir veskinu sínu með passanum og öll í. Við áttum okkur á því strax, eða starfsfólk okkar þar niður frá, að hann með síma og símanúmerið akkurat í veskinu. Það hringt í hann og hann akkurat átt að segja á því í Leifsstöð að hann vantar passa. Og það þá ekki Borgar Jónsdónsson, rekstrarstjóri Pennans, rekstrarstjóri Vesturland Pennans sem bregst við og keyrir vegabréfið og veskið suður til og reddar þessum ágæta ferðamenni heim. Annað dæmi, það eru tugir, ef ekki hundruðir, viðskiptavina sem annarkvæmt hringja eða komi í verslanir okkar fyrir jólin og við pökkum inn og merkjum alveg upp í 20 bækur fyrir viðkomandi. Fyrir þetta stendum við og fyrir þetta erum við ákvæmlega stolt og þetta fyrst og fremst viðurkenning fyrir þetta starfsfólk okkar sem hefur staðið í framlínunni á þessum erfiðu tímum og okkur hefur tekist að halda allir okkar starfsemi gangandi og við kvörtum aldrei. Takk fyrir. Takk fyrir blómin. Þá skulum skoða niðurstöðu. Pennin með 75,3 stig og A4 með 72,8. Það ekki margtakum munur á milli en munurinn það vantar ekki mikið upp á, skulum bara orða það þannig. Og ef við skoðum þróunina þá ritfangaverslanir að hækka með 1 stig milli ára, þessi markaður, og pennin að hækka sig meira en sá markaður eða cirka 2,1 stig á meðan A4 stendur í stað. Þannig að við sjáum að pennin svona aðeins að taka fram úr. En það er aldrei að vita hvernig næsta ár verður. Og þá komið að raftækjaverslunum. Svel. Verðlaunahafi raftækjaverslana og marktækjahestur eru heimilistæki með 79,2 stig. Og ég vil biðja Hlíðar Þór Hreinsson, framkvæmdastjóra heimilistækja, að veita viðurkenningunum móttöku. Góðan daginn. Í fyrra stóð ég hér stoltur í fyrsta sinn. Þá var í fyrsta skipti veitt viðurkenning fyrir raftækjamarkaðinn. Þá nefndi ég að þetta myndi veita okkur hvatningu til að gera enn betur og þess vegna það ólýsanleg tilfinning að vera hér staddur aftur í dag. Heimilistæki fjölskyldufyrirtæki þar sem við viljum að öllum líði vel, bæði starfsfólki og viðskiptavinum. Síðasta ár reyndist okkur gríðarlega erfitt, eins og öllum öðrum, en þrautseigja starfsfólksins hefur verið með ólíkindum og þetta þeirra viðurkenning fyrir framúrskarandi vel unnin störf á síðasta ári. Þau hafa haldið áfram að brosa, hvort sem gríman var upp eða ekki, og haldið áfram að veita viðskiptavinum okkar bestu mögulegu þjónustu. Ánægja viðskiptavina stýst umfram allt væntingar. Að upplifun sé í takt eða umfram þær væntingar sem viðskiptavinu gerir. Við hjá heimilistækjum reynum eftir bestu getu að hafa samræmi í öllu sem við segjum og gerum. Að lofa ekki upp í ermina á okkur. Eins og stundum vill vera þá gerum við stundum mistök, að þá reynum við að læra af því og eftir því sem reynslubankinn stækkar þá fækkar mistökunum. Heimilistækjum fagnar 60 ára afmæli í ár og ég tek hér glaður við þessari viðurkenningu fyrir hönd okkar frábæra starfsfólks, fullur tilhlökkunar og við munum halda áfram reyna að gera eins vel og við mögulega getum á afmælisárinu. Takk fyrir okkur. Já, til hamingju með þetta, svona skoða stigin og þessi einhver svona með þeim herri sem mældist, það er að segja heimilistækið með 79,2 stig
Ég bara alltaf forvitin að fara svona aðeins að skoða hvernig þið að vinna hlutina. Þetta svo bara vel að sé vikið. Engu síður, Elko hérna í öðru sæti og það ekkert mikill munur, það akkurat 3 stig á milli. Þannig að þetta ansi spennandi samkeppni. En þetta svona eina hærri einhvers við erum að sjá. Og jafnframt heimilstæki hástökkvarinn á þessum markaði og einnig bara öllum þeim fyrirtæki sem voru mæld. Það var heimilstæki að hækka mest á milli ára. Þannig að vel að sé vikið. Og við sjáum samt að raftækjamarkaðan líka bara að hækka heilt yfir. Það líka rosalega gaman að versla raftæki, sko. En við sjáum líka að Elko að hækka líka mikið, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það mun þróast. En nú komið að húsgagnaverslunum. Gjörðu svo vel, Gunnhildur. Já, verðlaunahafi og marktækt hæstur á húsgagnamarkaði IKEA með 76,4 stig og ég vil biðja Guðni Kamilu Aradóttur, verslunarstjóri IKEA, að veita viðurkenningu móttöku. Takk fyrir. Já, það með miklu stolti sem að við tökum við þessari viðurkenningu og gleði. Við þurftum alveg smá gleði að halda svona á þessum síðustu og verstu. Hún mikil hvatning og á krefjandi tímum að þá skiptir svona viðurkenning bara mjög miklu máli. Og við hlökkum auðvitað til að fá mögulega taka á móti ykkur svona þegar allt verður í lukkuna velstandi. En núna það sérstaklega ánægjulegt því ég stóð hérna fyrir ári síðan og talaði að liðið árið hefði verið einstakt og krefjandi og núna ég á repeat að liðið ár hefur verið einstakt og krefjandi, við fengum annað og það hefur verið, áskorunar hafa verið kunnulegar en líka nýjar. Það þróun í þessu öllu saman og starfsfólk IKEA hefur enn og aftur sýnt hvers það megnugt. Þrautseigja og samheldni og jákvæðni hafa skilað sér til viðskiptavina okkar og það sérstaklega dýrmætt. Þannig að ég fyrir hönd starfsfólks IKEA tekur þessar viðurkenningu og þakka kærlega fyrir okkur. Já, til hamingju með þetta og við skulum skoða niðurstöður. Þar IKEA marktækt hæst með 76,4 og rúmfattalæri með 69,5 og ef við skoðum þróunina þá þessi markaður aðeins að lækka, það að segja hann lækkar úr 76,2 niður í 74,3, cirka 2 stig og IKEA þá þessi ekki marktæk munur þá lækkar hann eilítið með 1,6 og meðan rúmfattalæðinu stendur í stað. Þannig að þetta IKEA að standa sér sannlega rosalega vel en það sér maður líka bara í gögnum erlendis, þeir koma rosalega vel út þar líka og samferðslega ábyrgð og fleiri góðum þáttum. En næstu koma að verslunarmiðstöðum. Gjörðu svo vel, Gunnhildur. Já, verðlaunahafi og hæstur á sviði verslunarmiðstöða Smáralindin með 67,8 stig og ég vil biðja Tinnu Jóhannsdóttur, markastjóra Smáralindar að veita viðurkenningu móttöku. Takk innilega fyrir þetta og til hamingju með þessa frábæru viðurkenningu öll sömul. Það ótrúlega ánægjulegt að standa hérna í dag og þetta var nú svona eitt af yfirmarkmiðum ársins, það að standa hér. Þannig að nú getur maður tikkað í það box, það hefur náðst. Smáralindin búin að vera í miklu umbreytingaferli síðustu ár og í rauninni bara frá því að Smáralindin var opnuð. Þessi 62.000 fermetrar eru stöðugt undir í endurskipulagningu, í einhvers konar yfirhalningu, það koma nýjir rekstraraðilar, það aðrir að fara, þannig að húsið sofnar aldrei. En Smáralindin í rauninni ekkert annað en umgjörð utan þá rekstraraðila sem þar starfa. Þannig að það ekki hægt að taka móti þessari viðurkenningu án þess að þakka rekstraraðilunum í húsinu fyrir það að hafa trú á okkur og vilja vinna með okkur til framtíðar og treysta okkur fyrir því að hafa húsið aðlaðandi og laða að okkur gesti í húsið og ná þannig inn traffík í þeirra einingar. Og það heldur ekki hægt að tala Smáralindina án þess að tala starfsfólki sem þar starfar inni. Þó þessi ekki bara starfsfólki okkar og starfsfólk Smáralindar, þá það líka starfsfólk rekstraraðilana
Þarna starfa fleiri hundruð manns á hverjum einasta degi og þeir eru með snertifletina við viðskiptavinina miklu frekar heldur en við sem fyrirtæki. Þannig að mér langar að þakka bæði starfsfólki Smáralindar, þeir eru langsamlega best og flottust, en rekstraraðilarnir líka og allt starfsfólki þeirra. Hver einn og einasti aðili sem kemur inn í Smáralindina til starfa á hverjum einasta degi, hann á þessa viðurkenningu með okkur. Þannig að bara takk fyrir okkur og sjáumst vonandi að ári. Já, til hamingju með þetta. Hérna sjáum við niðurstöður og það er ekki margt munur, það var eins þannig í fyrra. Smáralind með 67,8 og Kringlan með 66,1 stig. Nú við skoðum þróunina þá er bara svona einhvern veginn við þá bara með kannski mollin, ég veit ekki hvort þessi aðstæður einmitt sem við erum að tala að einhvern að lækka bæði hjá Smáralind og Kringlunni. Þannig að vonandi bara verður allt, við vorum að kanna einmitt að fólk, Íslendingar segja að þetta ár verður miklu betra heldur en í fyrra, þannig að við skulum vona að það bara rætist og það mun klárlega hafa áhrif á þetta, en bara vel að segja vikið. Næst koma smásöluverslun og ég ætla bara svona að fara aðeins yfir þær tölur. Það eru komið fleiri fyrirtæki inn, þetta er bara svona á retail, eins og svona aðeins sletti aðeins. Og hérna sjáum við svona öll þau fyrirtæki sem eru skilgreind undir smásöluverslun. Og þarna sjáum við í fyrra var IKEA hæst, en nú er heimilistæki sem sagt með hæstu einkunn á smásölumarkaði og IKEA í öðru, Elko í þriðja, það er raftækjamarkaðin að koma hátt hana, Penninni í fjórða, Apótekarinn, Krónan, A4 og Livia. Og þarna sjáum við svona þessa línu svona meðaltalið og síðan er svona aðeins fyrir að lækka fyrir undir meðaltalið en svona mjög nálægt, það eru Vínbúðirnar, Rúmfattalægurinn og síðan rennur svona í Bíkó og Bónus og við sjáum hérna Netto, Smáralind, Kringlan og Costco, þetta er Costco heilsalan og síðan er Húsmiðjan og síðan er það svona pósturinn sem rekur lestina. Það er töluverður munur á þessum smásölumarkaði frá 54,1 og upp í 79,2 stig. Þannig að, já, og við skoðum þróunina líka, að þá sjáum við að viðskiptavinir þessara fyrirtækja voru að gefa 70,9 stig árið 2020 og svipa einhver núna. Og klárlega eru aðstæður hafa verið mjög svipar á milli ára hjá okkur vegna COVID og fleira. En það er mjög jákvætt að sjá hvað til dæmis raftækjamarkaðurinn eða heimilistæki að fara upp og svona mörg fyrirtæki að standa sig mjög vel og eins og áður segir þá sjáum við svona ákveðin fyrirtæki sem að lækka á milli tímabila og maður er ekki alveg viss hvort að séu aðstæður eða eitthvað annað sem í gangi. Og nú er komið að eldsneytismarkaðinum, gjörðu svo vel Gunnhildur. Já, verðlaunahafi og markahæstur á eldsneytismarkaði er Costco með hvorki meira né minna en 85 stig. Og við skulum gefa þeim gott klapp. En því miður þá er enginn til að taka á móti viðurkenningunni því að það komið forföll í gærkvöldi, bara klukkan 9. Þannig að þau gátu ekki veitt viðurkenningunni móttöku, það var of seint að fá annan inn í staðinn. En þau báðu fyrir bestu kveðjum að sjálfsögðu til sinna viðskiptavina og þakka þeim og ætla svo sannarlega að standa hér sprækað ári. Algjörlega. Eins og segi, Costco svona með hæstu einkunnum 85,0 stig og það er gífurlegur munur þarna á milli þeirra og síðan annarra fyrirtækja á þessu markaði. Þetta er alveg 15 stiga munur cirka á milli Costco og til dæmis Atlansolíu. Síðan er þarna svipar einkunn hjá þeim og OB og síðan er það Orkan og N1 og Olís sem eru með svona svipaðar einkunnir. Og við skoðum þróunina að þá er ánægja með eldsneytismarkaðinn að lækka og þarna er svolítið meiri lækkun en venjulega og hugsanlega getur ákveðin þættir haft áhrif, verð og fleira. En Costco tekst að halda þessu í svipaðri einkunn, lækka bara 0,8. Síðan eru svona önnur fyrirtæki að lækka töluvert, fyrir utan N1, það helst svona í svipuðum stað, en klárlega er Costco eldsneytið svona vel yfir samkeppnina og við skoðum þróun bara, þetta er ekkert svona ósvipað og bara fjarskiptamarkaði þegar nóg að koma inn á markaðinn að hérna sjáum við bara Costco dökkbláa línuna hérna efst uppi, að þeir svona eru búin að vera á toppnum á þessu markaði. Á
að lokum svona með hæstu einkunn allra fyrirtækja og þarna eru að taka öll þessi 37 fyrirtæki sem við mældum og að þá er Costco eldsneytið í því fyrsta sæti með 85 stig. Heimilistæki kemur í annað sæti með 79,2 stig og síðan Nóa með 78,7 stig. Þannig að þetta eru svona þessi 3 fyrirtæki sem eru að skora hæst og eins og segi þetta mikill munur á fyrirtækjum, það að segja alveg frá 55 upp í 85, mikill munur og svona til gaman svona í lokin meðmælaskori, þetta svona líka sem sýndir í Ánægjuvoginni og við erum mælt í 23 ár hérna heima, að meðaltali á markanum 0,6 og þetta svona öll fyrirtækin saman og cirka þriðjungur þá á markaðunum eru letjendur, gefa sérst 0-6 í einhvern og þriðjungur talsmenn. En ef við skoðum til dæmis Costco eldsneyti sem með hæsta meðmælaskori þá erum við pluss 73 stig og einungis 4% eru þar letjendur, þannig að þetta alveg ótrúlega háar tölur. Sjaldan sem sé svona háar tölur. Þannig að þetta bara framúrskarandi og síðan sjálfsögðu niðurstöðunni erum við að sjá tölur niður á markað og niður á einstaka fyrirtæki. Ekki bara óska ykkur öllum til hamingju svona í lokinu og Gunnhildur, gjörðu svo vel. Tökum loka orðið á þetta. Við langar bara að enda á því að óska öllum fyrirtækjum sem eru mæld í Íslensku Ánægjuvoginni hjartanlega til hamingju með árangurinn og mér langar að þakka ykkur innilega fyrir komuna og dásanlegt að heyra þessar frábæru sögur sem hafa verið sagðar hér í dag. Og síðan vil ég þakka sjálfsögðu Grand Hotel fyrir frábæra aðstöðu, Skjáskot fyrir að senda út fyrir okkur, Prósent fyrir að kynna svona vel, ykkur fyrir komuna og síðast en ekki síst auðvitað ljósmyndaranum sem hér á staðnum, Eyþór, en ekki síst og síðast en ekki síst ykkur sem að horfa á í streyminu. Þannig að til hamingju með daginn allir og takk fyrir okkur.